Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Fiskur, ferðamál, fimleikar og fjalirnar. Já, það fjölbreyttur þáttur framundan hér frá okkur á Suðurnesjum. En við byrjum á minnsta fiskinum, loðnunni, sem skapar mikil verðmæti fyrir Íslands samfélag. Komið með okkur í Saltver í Njarðvík. Saltver í Reykjanesbæ eina fyrirtækið á Suðurnesjum sem frystir loðnuhrogn á þessari vertíð. Vinnsla fyrirtækisins í Reykjanesbæ hefur verið tæknivædd og nú streyma hrognin í gegnum vinnsluna án þess að mannshöndin þurfi að hafa mikil inngrip. Guðmundur Jens Guðmundsson vinnslustjóri hjá Saltveri þar sem hrognavinnslan hófst síðustu helgi. En hvernig hefur gengið fyrstu dagana? Það fer bara mjög vel á stað. Við erum búin að tæknivæða hjá okkur verulega frá því fyrir ári. En það búið svolítið mikið að brælum, en þetta að byrja mjög vel hjá okkur samt. Þannig að við erum búin að taka inn núna væntanlega í fyrramálið 300 tonn á 2 dögum. Þessi tæknivæðing, hún skiptir sköpum fyrir ykkur? Hún alveg bylting. Þetta alveg fullunnið beint út upp í skip til Japans. Þetta kassavél og pökkunarlína sem upp á 150 milljónir og það þarf að koma vel inn á því til þess að fá tilbaka. Hvernig í rauninni ferlið? Þið fáið hrognin úr Helguvík, úr flokkunarstöðinu þar og það sem loðnan kreist og hvað gerist svo? Hún keyrð hingað á körum, Hafnarvog og síðan beint í körunum til okkar og látin standa þangað til að vatnið búin að drippa vel á þeim. Hvort það séu 12 tímar í Japansrognum eða iðnaðarrognar og sólarringur cirka. Síðan þetta keyrt í gegnum sníkla og pokavélanar og það mata 2 frista sem við erum með og út úr fristónum fer inn í pökkunarlína og þetta mjög tæknivætt og tilbúið bara. Það margar hendur sem koma að þessu engu að síður þráttur að þeirra svona tæknivættir og þetta bara gengur mjög vel. En ástæðan fyrir því að þið farið í þessa tæknivæðingu, það fékkst ekkert fólk til þess að vinna í loðnu? Það var þannig, 2006 þegar Steini byrjaði á þessu þá leitaði ekki út fyrir að það væri hægt að fá marga starfsmenn. En það búið að breytast allverulega. Það margir sem sækja verulega margir. Það af sem áður var að það var verið að frysta loðnurhrogn í öllum frystihúsum á Suðurnesjum. Þeir eru einir eftir á markaði? Já, það alveg búið. Það orðin lítið vinnslu á þessu svæði og við erum einir sem sitja að þessu. Við gerum þetta alltaf í verktöku, hrognin, fyrir síldavinnslu Samherjan og Gjögur samsteypuna. Þannig við erum verktaka fyrir þá. Þeir eiga náttúrulega skipin til þess að veiða þetta og loðnuverksmiðjuna, mjölverksmiðjuna. Þannig að við erum mjög þakklátir fyrir það líka að geta unnið með þeim. Við vinnum mikið með síldavinnslunni og Samherja og HB Granda, þannig að það skiptir okkur miklu máli að geta unnið með þeim. Og þessi vinnslulína ykkar í Njarðvík, hún samskonar og bara hjá þessum aðilum í kringu landið? Já, hún nákvæmlega eins. Við vorum fyrstir til að kaupa af Skaganum 2006 og setja upp línu og eftir það kom síldavinnslan að gera hjá sér og Skinni var að gera hjá sér núna í fyrra og þannig við Steini var fyrstur til að gera þetta á landinu. Frumkvöðlar? Já, hann mjög mikill frumkvöðl þegar kemur á svona hlutum, hann sér hlutina skýrt. Hvað þessi vertíð í hrognanum langur tími hjá okkur? Hún virðist ætla að vera svolítið löng núna. Þetta svona 3 vikur, við erum að vonast þess að fá 4 vikur út í rauninu núna og það svona í góðum gangi að gefa okkur 190 tonna sólarring. Þannig að svo það bara líka að það búið að auka kvótan, þannig að síldavinnslan og svo samsteypa, þeir eru komin með stærri kvóta og það vöntun á markaði. Það hrun í Suður-Ameríku og Ansósum og það veldur ýmsu að verð hafa hækkað, Norðmenn veit ekki fyrra ná mikið magn og þannig að það góðu markaður núna, það seljandamarkaður. Hvert eru þessar afurðir að fara? Þetta fer allt á Japan. Þannig að hann voða erfiður Úkraínu og Rússlandsmarkaður núna. Hann mjög sérstakur, þannig að hann bara hættulegur í augnablikinu. Og þið eru að gera út skip sjálfur á botnfiskveiðar, en hvað kallarnir þar? Þeir komnir bara á kafi í loðnuvinnslu? Já, það hefur bara reynst okkur mjög vel út af því að við þurfum alltaf að stoppa bátinn meðan þetta stendur yfir og þetta heill mánuður, 3 vikur til mánuður sem þeir hafa ekkert að gera.
Þannig við reynum að veiða vel í febrúar áður en þeir stoppa og síðan fer slatta áhöfn út í Helguvík og vinnu þar. Mjög kátti með það held ég. Það eykur íbötunni hjá þeim. Og hinn helmingurinn fer þá í sumar í makríl? Það er ákvörða þannig. Þeir kastu upp á það borð hverjir fara í loðnu og hverjir fara í makríl. Þannig að ég er mjög ánægður með það að geta veitt þeim vinnu á meðan að þetta stendur yfir. Þó nokkur ásókn hefur verið í störf við hrognavinnsluna og er hlutfall íslenskra starfsmanna hátt. Þá hafa ungmenni sóst eftir að fá vinnu í loðnunni með skóla og margir vilja einnig fá vinnu hjá Saltverði í sumar þegar vinnsla á makríl hefst. Já, það eru sennilega yfir 100 krakkar búin að sækja í sumar hjá mér í makrílinum og svo er á nætuvaktinni hjá mér alltaf sé ekki 20 krakkar. 15-20 krakkar sem eru að vinna hjá mér og dauðþreyttir í skólanum í dag. Og það er allt í lagi? Já, buddan verður í lagi hjá þeim, það er í lagi, það er vonandi að skólinn sætti sig við það. Hvað er það sem rekur í vinnu hérna hánótt? Það er nú bara harkan og launin og skemmtilega heitt bara. Við komum 3 félagar og ákveðum að hafa þetta bara gaman og prófa svo nýtt. En eigið þið ekki bara verið í skólanum? Jú, við mætum við í skólan í 8 mótana og komum heim og sofum og svo er bara að vinna 6. Og þetta er alveg að ganga? Þetta bara gengur eins og í sögu. Hvernig kom það til að þið ákváðu að skella ykkur í þetta? Ég eiginlega veit ekki, ég var hérna að vinna í sumar og svo bara var hringt í okkur og okkur boðið í þessa vinnu hérna núna. Það er sérst eftir sumarið sko. Og hvað, þetta verður ykkur 3 vikna törn hjá okkur? Jú, það er reiknað með því og það er reiknað með því. Og hvað eru þið að gera? Herru, við erum að verka hérna hrogn. En hvað er svona ykkar hlutverk svona í þessu? Herru, þetta er bara misjafnt. Við erum núna að smúla, klára að þrífa hérna svona, sett svo net neðst í körinn hérna til að þrífa hrognin og svona. Svo erum við líka á vélunum hinum meginn til að pakka kössunum og svo er þetta sendt allt í bíla og út. Já, þannig að þið skiptist alveg á svona, þannig að þið er ekki alltaf í því sama? Já, þetta er róterað og svona.